Hvers vegna tóku seljendur 5 milljón króna lægra tilboði? Þetta góð spurning. Ég var í pottinu daginn því ég heyrði aðila tala sín á milli að vinur þeirra hefði gert tilboð í hús og hann hefði verið með 5 milljón krónum hærra tilboð heldur tilboðin sem tekið. Og ég spurði ég sagði, og voru þetta sambærileg tilboð? Já, í raun og veru alveg eins. Eini munurinn var að tilboðin sem tekið var staðgreiðslutilboð og tilboð sem vinur okkar var með, það var með fyrirvarinn sölu og greiðslumat. Já, þetta rosalega mikill munur vegna þess að tilboð með fyrirvarinn sölu og greiðslumat bara loft. Ef þú veist ekki einu sinni hvort þú stæðst greiðslumat og færð að kaupa íbúðina eða eignina, þá veit seljandinn ekki heldur hvort þú sért öruggur kaupandi og við vitum ekki hvort eignin selst á verðinu sem þú ert með í huga og hvort hún fer innan 30 daga. Þetta gæti verið löng keðja og með því að taka staðgreiðslutilboði þá seljandinn laus allra mála og hann getur bara klárað kaupin sín því að staðgreiðslutilboð þýða yfirleitt það að þú fer í kaupsamning í næstu viku. Þetta í raun og veru svo mikið lykilatriði að ég myndi alltaf ráðleggja kaupendum vera með greiðslumati klárt, vera komin með staðfest verðmat á eignina sína, komnir í forsölumeðferð og helst búin að selja.